þessu stuttamyndbandi ætlum við að fara yfir notkun á afar hagnýtu og tímasparandi forriti sem í ofanulag ókeypis á netinu og heitir Ying eða J-I-N-G. Þetta forrit má nota til dæmis til að taka skjáskot af skjámyndum eða hluta skjámynda í rauninni hvaða kerfum sem og ýmist líma þetta skjáskot í tölvupósti, Word, skjöl eða Excel eða vista það niður á tölvuna hjá okkur. Það eru til margar leiðir til þess að gera þetta sama en helsti kosturinn við Ying sá að það hægt að setja upp þannig að það í raun og veru alltaf við hendina, það er alltaf uppi á skjánum og mjög þægilegt og einfalt í notkun. Og það raunar svo að það yfirleitt fyrsta verk þeirra sem að hér talar að setja Ying upp á nýjar tölvur sem að teknar í notkun. Það það mikill og stór hluti í daglega amstri eða vinnu við tölvu hjá mér. En við skulum kíkja á hvernig þetta virkar og þá það bara hversu eins að meta hvort það nýtist eða hvort að sú leið sem að verið að nota í dag henta betur. Þannig að við skulum opna hérna mbl.is og við að lesa bara mokkan og við sjáum hérna frétt sem að vekur sérstaka athygli hjá okkur og okkur langar til dæmis til þess að senda hana í tölvupósti til vinar eða vista hana niður sem Word-skjal. Það sem við gerum að við förum hérna í þessa gulu sól sem að sést hérna hægra megin efst á skjánum og þessa sól í rauninni hægt að fara með hvert sem á skjánum. Það hægt að vista hana hérna neðst ef okkur hugnast það betur eða ef við erum til dæmis með Word opið að setja það á miðjan skjáin eða hvað sem En við látum hana vera hérna efst í horninu og smellum á plúsin sem Capture og færum okkur svo yfir myndina og drögum í rauninni til, smellum einu sinni og höldum inni músinni og drögum svo til þann hluta af skjánum sem við viljum afrita og sleppum músinni. Þá verður til hérna neðst í myndinni val sem við getum nýtt okkur. Það annars vegar hérna Capture an Image, Capture a Video ef við værum að taka upp eitthvað sem væri hreyfing á skjánum. Það raunar þáttur sem ekki hefur verið þróaður innan Ying í nokkuð tíma og þeir að beina fólki inn í kerfi sem greitt fyrir. Þannig að það svona valkostur sem ég til dæmis hef ekki notað en myndaskotin standa vel fyrir sínu. Nú og svo hérna hægt að smetla á hætta við og þá getum við valið upp á nýtt og svo bara hreinlega að hætta. Nú við ætlum að grípa hérna þessa mynd, smellum á Capture an Image og fáum þá upp nýtt val þar sem við getum aðeins unnið með þetta skjáskot. Í fyrsta lagi þá getum við valið hérna og þá getum við notað hana til þess að benda á einhverja þætti sem við viljum sérstaklega vekja athygli á myndinni. Við getum líka valið að setja inn texta með því að bara smetla á stafinn og smetla einhver staðar á myndina og setja hérna inn, þetta nú meiri grínarinn. Nú við getum smelt hérna á þennan kassa, þá erum við í rauninni að ramma inn þann hluta myndarinnar sem við viljum draga sérstaklega athygli að eða highlight og þá þessi litur hérna sem á við það. Við getum skipt lit, við getum haft hérna gula yfirstrikun og getum valið hvort við tökum eitt orð, eina línu eða tvær línur eða hvað og svo það hérna neðst undo og þá hættum við síðustu aðgerð eða redo og þá endur tökum við gerum upp á nýtt síðustu aðgerð. Og svona getum við leikið okkur við myndina alveg eins og okkur sýnist og höfum svo þá valum annarkvort að vista hana niður á tölvuna hjá okkur með því að smetla hérna á litla save hnappinn neðst í myndinni eða afrita með því að smetla hérna á afrita hnappinn. Krossin eins og gjarnan til að hætta við. Ef við veljum að vista, þá erum við tekin inn í hefðbundna leið þegar við erum að vista niður skjöl og veljum
hvar við viljum geyma myndina og svo framvegis. Þannig að við förum ekkert sérstaklega í það hérna, það er bara hefðbundið eins og í öðrum kerfum. Það er vert að hafa í huga að ef við vistum myndina niður á tölvunni hjá okkur þá vistast hún sem PNG-skjal og gæðin eru ekki slík að myndin hendi í til dæmis prentað efni. En getur duga fínt til þess að endurbirta á samfélagsmiðlum eða kópera inn í Messenger eða tölvupóst eða inn í Word-skjöl og svo framvegis. Sérstaklega ef að upphaflega myndin er í sæmilegum gæðum. Það sem við ætlum núna að gera er að smella hérna á copy og þá fáum við upp þennan glugga hérna efst hægra megin sem að segir okkur að það er búið að afrita myndina og við smellum einfaldlega á OK. Nú eins og ég sagði áðan þá er hægt að fara inn á Facebook og bara peista beint myndina eða líma myndina beint inn í nýja færslu á Facebook eða inn í Messenger. En ég ætla að sýna ykkur hérna hvernig þetta afritast inn í Word með því að opna nýtt skjal. Og það er ekki flóknar en það að hægri smella og velja paste eða Ctrl+V og þá kemur myndin upp alveg eins og við unnum hana inn í þegar við vorum að taka skjáskotið. Þessa sól er síðan, það sem að Ying er síðan hægt að staðsetja í rauninni hvar sem er á skjánum. Hún er komin hér en það er hægt að draga hana til og hafa hana þar sem okkur hentar beint. En mér hefur fundist best að hafa hana bara hérna upp í horninu. Það fer ekki mikið fyrir henni, hún er ekki að trufla manni ef maður er að vinna í öðrum kerfum og svo framvegis. Nú þetta Word-skjal getum við svo gert það sem okkur sýnist við getum vistað það eða hvað annað. Nú ef við hefðum límt myndina beint inn í tölvupóst þá sendum við bara póstinn og svo framvegis. Nú en þá er spurningin hvar maður finnur þetta ágæta forrit og þetta er þróað af fyrirtæki sem heitir TechSmith. Þannig að til að hlaða því niður þá farið inn á síðu þeirra sem er techsmith.com og þetta fyrirtæki er líka að þróa og selja forrit sem að þjóna svipuðum tilgangi eins og Snagit sem er sem sagt til þess að taka myndir af skjá og taka upp af skjá, vídeó sem er á skjánum. Og þetta er svona flóknari útgáfa af Snagit, Camtasia. Og svo eru þau með þriðja kerfið sem heitir Relay og er hugsað svona fyrir skóla og slíkt. Þetta er allt forrit sem það þarf að greiða fyrir, þannig að þeir hafa í hófærð sinni sett Ying hérna alveg neðst, af því að það er eitthvað sem er frítt. Þannig að við smellum hérna á Ying og hérna er hægt að deila hugmyndum umsvifalaust með Ying eins og segir hérna og hérna er athugasemd að vídeóhlutin hefur ekki verið í sömu þróun eins og myndaskotin. Þannig að eins og ég nefndi áðan að þá hef ég lítið notað það. Nú við smellum einfaldlega bara á download og þá erum við tekin í gegnum hefðbundið ferli til þess að setja það upp. Hvort sem að við erum með Windows eða Apple vél. Nú flóknar er það ekki, en eins og ég segi, mjög hagnýtt, þægilegt í notkun og getur spara tíma við að vista niður myndir eða taka hefðbundin screenshot og skera til myndir og einfaldlega velur þann hluta af skjánum sem að þú vilt deila eða setja inn í skjöl og þarft í rauninni ekkert annað að gera. En það er von okkar að þetta kerfi auðveldi ykkur lífið pínlítið. Þetta er annað myndbandið í kennslumyndbandaröðinni hjá okkur í SSNVAF og ef þú ert með hugmyndir að kennslumyndböndum sem að þú telur að muni nýtast þér eða öðrum á starfsvæði okkar, þá endilega senda okkur línu á ssnvaf@ssnvaf.is.